En þeir skilgreinir fósturmissi á mismunandi vegu. Hverjar eru skilgreiningarnar? Sko það eru til svona bara læknisfræðilega skilgreiningar á fósturláti og þær geta bæði verið eftir því hversu langt inn í meðgönguna konan komin og líka hvernig fósturláti ber að. Það eru til dulin fósturlát þar sem að í raun og veru það verður ekki blæðing hjá konunni, það ekkert augljóst merki það að fóstrið sé dáið og stundum getur þetta haldið áfram í þó nokkuð margar vikur eftir að barnið deyr, eða fóstrið deyr, eftir hvort að fólk vil tala fóstur eða barn. Og síðan til kannski það sem að lang algengast að það eru fósturlát sem að verða fyrir 12 viku meðgöngu og þá lang algengast að það komi blæðing sem að gefur til kynna að fóstrið sé dáið eða sé að koma blæðing frá fylgjunni sem að leiðir til þess að fóstrið deyr. Og síðan til það sem að kalla síðbúin fósturlát sem þá eftir 12 viku en fyrir 22. viku meðgöngu. Þannig að þetta svona helstu skilgreiningar á fósturlát. Já. Reynslusögurnar í bókinni segja okkur að konur upplifa þetta náttúrulega mjög misjafnlega. Hvernig hægt að... Það mér finnst ágætt eins og Sigríður hefur oft talað sko, því að það rannsóknir sýna að þetta sé eins og að missa ættingja. Þetta getur verið ættingi sem mjög náinn þér og það getur verið mjög erfitt, en þetta getur líka verið ættingi sem fjarr þér, sem þetta var kannski ekki eins átakanlegt. Fólk bregst bara svona misjafnlega við. Þú veist, sumir hafa mikla tengingu, aðrir litla tengingu, þú veist, og svo líka byggist þetta ofta eins og Sigfríður segir ekki á sko vikufjöldanum heldur. Ég held að skipti líka oft máli væntingarnar, af því að það pínu þegar að maður missir fóstur, það maður pínu að missa framtíðarsýnina eins og maður var búin að sjá hana vegna þess að einhvern veginn, eins og allavega hjá mér, að þegar maður komið með jákvætt óléttupróf þá á maður von á barni og maður byrjar að hugsa framtíðina með barninu. Þú veist þess að þegar ég missi fyrst, ég var búin að sjá fyrir mér þegar ég yrði í göngutúrum sumarið með dóttur mína og hversu flott stórasystir hún yrði og svo einhvern veginn var þetta hrifsa frá manni og þá einhvern veginn var bara ákveðið tómarúm því að ég var búin að sjá framtíðina með ákveðnum hætti og allt í einu var bara þarna partur af framtíðinni sem var farin og það var einhvern veginn svona maður vissi ekki hvað tæki við. Já, eina hverjum þremur, það slær mann. Ef ég hefði verið spurður hversu margar, ég hefði aldrei nefnt þessa tölu. Mér finnst þetta skuggalega hátala, þetta ekki skuggalega hátala? Algjörlega, með eina hvernig þremur. Þetta þriðjungur allra kvenna og á bakvið konuna eru yfirleitt feðurnir líka. Þannig að við erum að tala þriðjung þjóðarinnar sem kemur til með að glíma við þetta. Það ekkert smáræði. Ef við erum að tala einhvern sjúkdóm eða einhverja veiki sem myndir hrjá þriðjung þjóðarinnar, þá þætti það nú svolítið stórkostlega mikið mál. Já, þannig að hvað með það allar konurnar gegnum kynslóðunar sem hafa, þetta getur ekki verið nýtt vandamál? Nei, alls ekki. Þú heyrir að við erum mjög sammála þetta við Júlíu Ósk, þetta ekki nýtt vandamál. Hins vegar kannski var ekki fylgst nákvæmlega með frjósemi kvenna árum áður eins og gert í dag. Og kannski á einhvern hátt verið öðruvísi þegar að konur áttu mjög mörg börn. Þær bjuggu svolítið við því að það yrði áfall í þeirra frjósemisögu. Hér árum áður bjuggurskonur við því þegar þær voru unga konur að það myndu missa börn einhvern tímann á lífsleiðinni. Það var þeirra raunveruleiki í þá daga. Við meira kannski, ungar konur í dag þær eru meira að reikna með því að allt gangi vel. Það þeirra raunveruleiki og þess vegna kannski ímynda ég mér að þeirra sorg sé oft öðruvísi heldur en kannski ef þú hefur reiknað með því að þetta væri eitthvað sem þú ættir eftir að gangi í gegnum. Og mér finnst svo rosalega mikilvægt að bara í allri kennslu til heilbrigðisstarfsfólks sé mikil áhersla lögð á virðingu fyrir tilfinningum sem að koma upp hjá fólki sem að ganga gegnum fósturlát. Og það sé gert í raun og veru allt til þess að styðja við fólk og það það sem að mér finnst vanta svo rosalega í heilbrigðiskerfinu. Við erum einhvern veginn alltaf í einhverjum ákveðnum verkum en það vantar svo oft eftirfylgni og það að koma betur í ljós núna til dæmis að
Ég til dæmis bara nýkomin frá Amsterdam að hitta stóran rannsóknarhóp sem ég í, evrópskan rannsóknarhóp sem eru 80 manns þverfaglegur rannsóknarhópur sem við erum að skoða áföll í fæðingu út frá mjög mörgum mismunandi sjónarhornum og það alltaf að koma betur í ljós hvernig áföll í okkar lífi hafa áhrif á okkur andlega og líkamlega. Að það ekkert langt síðan finnst manni stundum að það var ekkert verið að spá í þetta og þá skiptir svo miklu máli að það sé eftirfylgd eftir áföllin. Það sé ekki bara einhver akút þjónusta þegar áfalli á sér stað sem í hálfan sólarhring, einhverja klukkutíma, 1 sólarhring og svo búið. Og ég vona að heilbrigðiskerfi eigi eftir að þróast þannig að það verði meiri stuðningur fyrir fólk sem að missa fóstur og missa börn vegna þess að ég held að það sé ofsalega vanmetið hvaða áhrif þetta getur haft á líf fólks, á heilsuna og þá ég bæði að tala andlega og líkamlega heilsu því að það fullt af rannsóknum sem sýna fram á að áföll í lífinu hafa til dæmis bara áhrif á okkar ónæmiskerfi. You say I took the name in vain. I don't even know the name. But if I did, well really, what's it to you? There's a blaze of light in every word. It doesn't matter which you heard. Já, þetta var 2005, það var 15 ár síðan og við giftum okkur í ágúst og ég uppgötvaði það í byrjun október að ég sé ófrísk og ég tíðahringur minn er alltaf eins og klukka. Þannig að ég var bara komin eitthvað 2 daga fram yfir því ég tek próf. Svo líða nokkrir dagar og það byrjar að blæða. Og mér líst ekkert á blikunum þegar búið að blæði einhverja 3 daga, ekki mikið en blæðir samt og mér leist ekkert á þetta. Þannig ég ákvað að fara niður á kvennadeild og láta tékka á þessu. Og þar fæ ég vægast sagt mjög slæmar móttökur. Ég bara kem þarna inn, ég í háskólanum á þessum tíma og sleppti að fara í skólan til að fara þarna á þessum tíma. Og það bara sagt við mig, hvað, ertu ekki bara ekki að byrja túr? Og ég sagðist nú vita betur, hvað þetta komið langt? Og ég segi, það svona 5,5 vika. Þú ert bara að byrja túr, viltu ekki bara fara heim? Ég horfi á fólkið og segi bara, fyrirgefðu, ég er komin hingað, ætlaði ekki að skoða mig. Það ósköp lítið sem við getum gert. Ég segi, þið hljótið að geta gert eitthvað. Og þau koma taka svona með ólundar geði, bara taka, fara þá það, fara að skoða mig. Ég setti í leggangasónar og þau finna ekki neitt. Og ég segi, já, getið ekkert séð hvort ég sé að missa eitthvað. Já, það bara gerist. Ég segi, já, þau hljóta að geta séð einhvern veginn. Þau sá ekkert í sónarnum og það var ákveðið að taka blóðprufu. Og það sagði, já, þú ert að koma eftir 2 daga og svo berum við saman blóðprufurnar. Og ég var eiginlega bara fyrir þeim. Og þetta 4. október sem þetta gerist. Og ég kem 2 dögum seinna og það var sagt, já, þungunarhormónið bara miklu minna núna heldur fyrir 2 dögum síðan, þú ert bara að missa. Þetta bara gerist og ég svo sem gerir mig alveg grein fyrir því að fyrstu 12 vikurnar eru, erfiðastar, mesta hætta að missa fóstur. Þannig ég sætti mig við það alveg af því að ég ekki þessi típa sem, hugsa bara leið í piss og priki, Ég veit að 12 vikur eru hættulegar og erfiðar og það getur allt gerst. Þannig að mér þótti þetta leiðilegt en viðmótið þótti mér leiðilegra. En mér var sagt svo þegar ég kom eftir 2 daga, ég þurfti að koma aftur eftir viku af því þá ætti öll hormón að vera farin. Sem ég gerði, ég kom viku seinna. Og þá voru þær ekki ánægðar með blóðprufuna því að það var ekki allt farið. Þannig ég ábyrði að koma aftur viku seinna, þannig að 2 vikur liðnar frá því ég kom hana fyrst og enginn vildi skoða mig. Og þá líst þeim ekkert á blikuna, það alltaf eitthvað smá hormón eftir sem á ekki að vera í blóðinu. Og þær setja mig aftur í leggangasónar og finna ekki neitt. Og það strax búið að blæða eitthvað meira. Ég sagði nei, þetta blæddi hann í nokkra daga og svo bara hætti það. En það ekkert meira að blæða þannig.
og þær voru rosalega hissa á þessu. Og það var ákveðið, ég man nú ekki alveg hvenær þetta var, það voru liðið, þetta var svona í lok október, á föstudegi man ég. Það var ákveðið að það átti að gefa mér svona frumudrepandi lyf. Það þurfti fyrst að taka blóðprufu á mig hvort að nýrun á mig þoldi þetta eða lifrin eða eitthvað slíkt, því að þetta var bara eitthvað geislavirkt efni eða eitthvað, ég veit ekki hvað þetta var, sem átti að gefa mér. Bara til að losa það sem hafði ekki farið sjálft, af því þar fundi ekkert fóstrið og það var samt einhverja leifar af einhverju þarna ennþá, því ég var alltaf með þungunarhormón en bara rosa lítið, en fór ekki. Þannig að ég fer á þessu föstudegi í þessa sprautu og það var verið að athuga hvort að líkaminn þyldi þetta og ég sit inn á kaffistofu inn á barnaspítala og hitti ekki frænku mína, af öllum, og hún átti langveikt barn sem var bara ógeðslega veikur og ég brotna niður fyrir framan hana, bara, ég bara fyrir að grenja, bara tilfinningaflóði, bara ég hitti mannesku sem ég þekkti. Og ég hugsaði bara, ég minn eini, hún er svo miklu erfiðar aðstæðum en ég og svo ég brotna fyrir framan hana. Hún var með barn sem var með bráðakvítblæði, hann er ári eldri en elsti sonur minn, eða var það, hann er látinn því miður. Og ég er ennþá með skamviskubit að hafa brotnað niður fyrir fram frænku mína. Þetta situr rosalega í mér. Af því að hún var að gangi gegnum miklu erfiðara heldur en ég. Svo fer ég aftur inn og ég fæ að svo sprautu. Og þetta er eitt af versta sem ég hef nokkuð tíma fengið í líkamann, því að ég var eins og ofvirkur krakki eða eitthvað. Ég kem heim og ég gat ekki einbeitt mér í 10 sekúndur, ég gat ekki eins og horft á sjónvarp. Mér leið bara eins og ég var að, ég veit ekki hvernig orða það. Mér leið bara eins og ég væri einhvern veginn hálfvegis að springa. Það var bara 10 sekúndur, ég gat ekki sitt kjör. Ég var bara að missa mig bara einhvern veginn. Og ég hugsaði bara þvílíkt ógeð var þetta. Og þetta fá konur öll sem þurfa að fara í fóstureyðingu snemma á meðgöngu. Og þetta ákvæði bara þetta, ég hugsaði þetta sem svipa og vera að gefa fólki sem er með krabbamein. Vona það að gerast aldrei því þetta var ógeð. Svo á mánudegi, þetta er enda sögð við mig á föstudeginum að ef það er að blæða eða ég fengi einhverja verki þá ætti ég að hringja niður eftir. Og ég bara, ekki máli. Svo mánudagsmorgun þá á ég tíma hjá tannlækni. Og ég sit á biðstofunni og er að bíða eftir að vera kölluð inn. Og svo kallar hann á mig inn, ég gat ekki staðið upp. Ég var svo verkjuð, bara allt í einu, ég gat ekki staðið upp úr sófanum. Og ég segi svona við tannlæknin, getur gefið mér eitthvað. Ég get ekki staðið upp, ég er bara með rosalega verki. Bara hérna einhvers staðar í kviðnum. Hún sagði, er allt í lagi með þig? Ég er bara, já, ég vil ekki fara, bara gef mér eitthvað svo ég komist í, svo ég geti gert við skemmdina eða það svo ætlar að gera. Og hún gerir það. Hún gaf mér einhverja 600 mg íbúfen og ég staulaðist í tannlæknastólinn og hún gerir við skemmdina. Og svo, þegar ég er búin hjá tannlækninum, þá er íbúfenin greinilega að fara að virka því að ég finn ekki eins mikla verki. En ég keyri niður í vinnu. Og ég er að labba inn á dyrnar í vinnunni því ég man þetta, ég átti að hringja upp á spítala. Ef ég fengi verki. Ég bara tengdi þetta ekki alveg strax. Og ég sagði, hann spurði hvort það væri byrjað að blæða, best að fara á klósettið og tékka á því. Það var engin blæðing. En ég segi svona við yfirmann minn, ég hringi niður á spítala og þeir sagði mér að koma strax. Ég segi við yfirmann minn, ég þarf að fara á spítala. Hann horfir á mig og hann spyr engra spurninga. Ég var greinilega náföl í framan og bara alveg, og hann spurði ekki neitt. Hann bara horfði á mig, farðu. Og ég keyri, ég skil ekki ennþá þetta í dag, ég skildi hafa keyrt. Það var bara fáránlegt. Ég keyri frá Ármúlanum þar sem ég var að vinna, niður á Hringbraut. Og ég hugsa bara, ég er að gera úlfald mýflugu, Og ég fer þarna niður eftir. Og það er sett aftur leggangasónar, finn ekki neitt. Og ég beði að pissa í glas, bara þvápröfu. Og ég sit á klóstinu og bara á meðan ég er á klóstinu þá bara, ég gat ekki gefið þvápröfu því það bara kom blóðpollurinn í glasið þannig ég var bara, jæja, ok, og ég kem með þvápröfum bara, þetta mistókst, það bara kom blóð.
þú veist, kom náttúrulega þvag og blóð. Og þeir bara lögðu mig inn bara strax. Það þeir sem trúðu mér ekki henni í byrjun. Og held ég meira að segja, sami læknir ég hafði ekkert að tala við. Því ég man að ég hafði alveg, ég þoldi hann ekki. Þú veist, vildi ekki sjá hann á mig. Og ég var lögð inn og þetta á mánudegi því ég man eftir því að það Halloween. Því vinkonum mitt afmæli þennan dag og ég fer alltaf í afmæli til hennar. Og það aldrei boðið, þú bara átt að muna og mæta. Og ég hringi hann og segi ég sé ekki að fara að koma til henni, ég muni samt eftir afmælinu en ég sé bara upp á spítala. Og þetta á mánudegi, þetta 31. október, ég kom fyrst 4. október. Þetta finnst mér rosalega langur tími. Og ég lögð inn og ég hringi manni minn og segir honum frá því að ég sé upp á spítala og hann verði að sækja barn á leikskólann, bíllaus, því ég var á bílnum. Að ég átti þá strák sem hann var eins og hálsás, elsti strákurinn minn. Hann var náttúrulega eina barnið mitt á þessum tíma og ég lögð inn og svo ekkert gert neitt meira. Það er sagt, já, þú ferð, þá kemur læknir að tala við þig og svo býð ég bara, þetta svona seinnipartinn og ég bara upp á kvennadeild og ég enda rosalega mikið sælgætiskrif á þessum tíma þannig að mér langaði ógeðslega að fara í sjoppuna og kaupa mér eitthvað. Ég hefði svona cravings bara í nammi eða eitthvað, þú veist. Og ég alltaf að reyna að fara í sjoppuna inn á Landspítala og mér var bara ekki hleypt út af deildinni, bara nei, þú ferð ekki fett, leggst í rúmið. Þetta náttúrulega maður hugsar ekki, sko. Mér varst það bara hrikalega leiðilega hjúknu. Ég hefði keyrt hann niður, þetta mér varst ekkert mikið af mér. En ég ligg hann upp á spítala. Svo kemur þriðjudagurinn. Og þá segir læknirinn, já við finnum þetta ekki alveg en við höldum hún sett með utanlandsfóstur. Hvort viltu fá aðgerð eða fá lyfið sem ég hafði fengið á föstudegi. Ég horfði á hann, ég bara aðgerð. Ég vil ekki sjá þetta lyf, bara ógeðslegt. Og ég held að hann hafi frekar pirraður út í svarið hjá mér, að hann hefði frekar viljað lyfið því það einfaldara fyrir spítalann. En ég fasta þarna frá miðnætti, hann hefur reyndið að tala öll um mánudeginu. Ég fasta frá miðnætti á mánudeginu. Og klukkan 2 á þriðjudeginum þá ég orðin ógeðslega svöng. Og ég spyr bara, hvenær þessi aðgerð? Já, bara við erum að fara að tjekka á þessu. Ég bara, já, ok, ég býð. Og svo kemur man ekki hvað ég beið lengi, en ég var orðin alveg hrikalega banhungruð. Og þú veist, hádegismaturinn var búinn, morgun, þú veist, það var allar svo stóru máltíðir búnar. Og ég var alveg bara að farast og svo bara frekar seint daginn, kannski 2-3 leytið, man ekki alveg, kemur læknir til mig og segir, heyrðu, þetta verður gert á morgun. Ég bara, nei, var ekki alveg sátt við það. Þannig að ég fæ einhverja ristabrauðsneið að borða, alveg að drepast úr hungri og ég næ kvöldmat inn á Landspítala. Svo kemur miðnætti, ég fasta aftur og ég fer í aðgerðina á miðvikudegi. Og þetta gekk bara vel og ég átti að fara heim sama dag nema hvað að þegar kom að því að fara heim, það var kvöldið, þá var að reyna að láta mig borða ristabrauð til að sjá hvernig maður ná mig takið það og ég bara fínt svona, líður alveg ágætlega og svo hálftíma seinna þá bara eldi í öllu. Þannig að ég fekk að vera 1 nótt í viðbót. Þannig ég fer heim á fimmtudegi og ég send heim með Ibuprofen og Panodil eða eitthvað. Þú veist, bara venjulega verkjatöflu sem þú kaupir í apóteki. Sem ég skil ekki ennþá þetta í dag, því að þegar ég kom heim þá fæ ég bara mestu verki bara í axlirnar. Þú veist, það er nefnilega sett loftið þegar utanlandsfóstur er tekið. Loftið er að fara úr líkamann og það getur ýtt undir vöðvabólgun. Svo er ég náttúrulega nýbúin að vera á tannlækni. Þú veist, þannig á mánudeginum og þetta er svona samspil sem er bara ekki gott og ég var bara með Paradox og Ibuprofen og ég var grenjandi af sársauka heima og maðurinn minn alltaf fatta ekkert að biðja eitthvað sterkara eitthvað og ég bara lá með hitabóka að drepast í öxlunum með alveg þvílíka verki og Ibuprofen og Paradox hafði ekkert að segja, ekki neitt. Og ég man eftir því að nokkrum dögum seinna, ég man ekki alveg hvort það var bara vikuna eftir, þú veist, ég er alveg verkjuð í nokkra daga. Og
ég treysti mér ekki til að keyra bíl þannig og sonur minn átti tíma hjá hjartalækni, hann hjartveikur sem eldri og hann átti tíma hjá hjartalækni nema hvað maðurinn minn veikist þannig hann kemst ekki með hann til hjartalæknisins, ég geri ráð fyrir því hann myndi keyra hann og fara bara með hann og kannski ef ég treysti mér kæmi ég með og þetta var hjartalæknir var á Læknastöð Vesturbæjar þannig ég hringi mömmu mamma skutla mér og syninum til hjartalæknisins og ég náttúrulega alveg verkjuð og að drepast og ég man ekkert mikið eftir að læknisheimsókn segjum það bara og svo stuttu eftir þessa heimsókn þá fær ég að fá svo mikla verki í kjálkana bara alveg hingað upp og ég bara ónýt og ég hringdi tannlækninn og sagði hvað gerður eiginlega við mig? Ég var ekki ennþá búin að tengja neitt saman, skilur. Og ég fer til tannlæknisins aftur og hún fer að skoða og það er allt í lagi með bitið og það er ekkert á neinu. Þú veist, ég bara fæ rosalega verki í kjálka. Og ég fór nokkru sinni til tannlæknisins og hún skoðar aldrei finnst neitt. Og ég bara sef ekki fyrir verkjum, þú veist, bara með rosalega kjálkaverki og tennurnar og bara ég alveg bara ónýtt og þetta endaði með því að það var hérna innst í axlarnir og ég vissi aldrei hvor í axlunum þetta var svona einhvern veginn eins og það var á milli þeirra. Þannig að það endaði með því að hún sendi mig til tannróta sérfræðings eða eitthvað og hann segja og ég var bara með svo óútskýrðu tannpínu. Ég veit ekkert af hverju. Og þetta endar, sko stuttamáli sagt, þá endar það með því að það eru rótfullt af tvartennur hjá mér út af verk. Og það fannst engin skemmd í þeim, það var ekkert að þeim. En ég svaf ekki fyrir verkjum. Og ég reyndar alveg oft með kjálkavandamál í dag, en það er náttúrulega kannski ekki afleiðing beint af þessu, en það kannski byrjaði þarna. Og einhverju seinna, eftir þetta, ég man ekki hvort það var ári seinna eða 1,5 ári seinna, þá byrja ég aftur að fá svona kjálkaverki. Þá lendi ég hjá afleysingatannlækna því minn tannlæknir var í sumarfríi. Hún byrjar að pikka í punkta hérna á öxlunum. Og það er bara sagt, vinan, þú ert með vöðvabólgu. Og ég er búin að vera með króníska vöðvabólgu í 15 ár frá því að þetta gerðist. Og ég er núna bara föst vikulega hjá sjúkraþjálfara, bara til að halda mér í horfinu. En þetta byrjaði þarna, nákvæmlega á þessum tímapunkti. Tannlæknaheimsóknin, lofti sem var sett inn í kviðinn og ég er enn að díla við það. En það sem ég finnst erfiðast með þetta, það var ekki að hafa mist fóstur því að ég á mjög auðvelt með að vera ólétt. Ég var ólétt eftir 1 mánuð á fyrri stráknum mínum og 2 mánuð á seinni stráknum mínum. Þannig að það var ekki vandamálið. Þannig að kannski tók ég það ekki svo nærri mér. En viðhorf starfsfólksins á spítalanum, það tók ég nærri mér. Því að ég átti ekki að vera það. Ég var bara rugluð, geðveik, móðursjúk, ég veit ekki, byrja á túr. Og ég átti að hitta hennar lækni eitthvað 6 vikum eða eitthvað eftir þetta að utanlandsfóstrið var tekið. Og það var eitthvað erfitt að finna tíma hjá honum. Og það endaði með því að ég fór ekki. Mér langaði bara ekki að hitta hennar mann. Og ég hugsaði bara til hvers. En ég fór seinna og talaði við kvensjúkdómalækni minn og hún fékk sjúkraskýrsluna mína í hendurnar. Og ég veit ekki hvort að fólk hefur mikið lesið sína eigin sjúkraskýrslur, en það var margt mjög áhugavert sem stóð í henni. Til dæmis gerðu þau gat á legið mitt þegar þau voru að taka utanlandsfóstri. Mér var aldrei sagt frá því. Þannig að nú veit ég til dæmis af hverju ég fæ samgróningastundum. Það var gert gat á legið og svo er ég náttúrulega á ég 2 keisarabörn, þannig að það er enda meiri samgróningar. Þannig að það er margt sem á upptöksin þarna, þó að ég syrgi kannski ekki barnið því þetta var, þetta var innan þess að 12 vikna. Ég var ekkert farin að gera mér hugmynd, það var þetta, jú, ég vissi að ég var ólétt, en ég vissi líka að þessar 12 vikur eru bara rosalega hættulegar og erfiðar. Þannig, og líka bara það getur allt gerst. En þetta viðmót, þú ert bara að byrja á túr, þú veist eins og ég væri eitthvað ruglu. Svo var það þannig að eins og ég á nú ekkert erfitt með að vera ólétt. Það voru svona 4 ára á milli barnanna minna. Og það var af því það tók mig þennan tíma að þora að reyna aftur.
Hann var 1,5 árs eldri sonur minn. Og það tók mig allan þennan tíma að vinna það mikið úr þessu. Ég þyrfti að prófa aftur.